Þetta nú svona fyrsti áfanginn í Sviss, hvernig verða svona næstu dagar hjá okkur? Það náttúrulega bara ferðalagi í fyrramálið og við eigum æfingu þar seinnipartinn á morgun og svo bara leikur á föstudag, þannig verður prógrammið þessa fyrstu daga allavega þar. Hvar verða þessi leikir við Sviss? Við þurfum nú, annar leikurinn í Schaffhausen en ég er nú bara ekki með á hreinu hvar fyrirleikurinn er. Ég veit bara að það er einhver útferð þangað í 1,5 tími, þannig að meira veit ég ekki. Þetta er svona svipaður háttur og þið höfðuð á fyrir HM í fyrra að fara út nokkrum dögum fyrr og spila leiki? Já, það er kannski bara eðlilega erfitt að fá þjóðu til að koma hingað heim í aðdraganda stórmót sem er svo spiluð, sem mótið sjálf spilað inn í Evrópu. Þannig að svona spilast það bara, við förum og tökum 2 leiki sem er líka bara nauðsynlegt fyrir okkur að fá leiki og við fögnum því bara að geta tekið og fengið góða leiki á leiðin út. Og vonandi framhald af því sem við sáum hérna móti Póllandi eða hvað? Já, það er vonandi að við höldum áfram á sömu braut, ánægðir með margt sem við vorum að gera þar og ánægðir með svona hvernig við mætum inn í seinni leikinn eftir góðan fyrirleik og héldum dampi þar 2 leiki og varnarlega mjög sterkar og það er það sem ég vona að verði framhald á þessu, já. Og svo bara því að þessi leikir og svo verðið þið áfram í Sviss hvað fram á þriðjudag miðvikudag? Já, spilum þar svo seinni leikinni á sunnudaginn, ætlum að eiga góðan dag á mánudaginn og slaka aðeins á fyrir það sem kemur svo í framhaldinu. Förum yfir til Austurríkis þriðjudags morgun og þar erum við bara komin inn í grimma rútínu sem er vel skipulögð. Og svona reynslunni ríkari frá því að hafa fengið NASA-þið vinnan þegar verið á HM í fyrra, minna ég? Já, við fengum auðvitað öll helling út úr því, ég og liðið og allt staffið, þannig að við klárlega búum að því í dag og erum svona búin að vera að svara svona fullt af spurningum sem við kannski fengum svona nokkurn veginn svörum við í fyrra undanfarna dag og erum að undirbúa það allt saman. Svona staðan á hópnum núna þegar þið eru að fara út er bara allt góð og allir reddast? Allir konir reddast, þannig að það er allir góðir og auðvitað svona búið að vera álag á leikmönnum, þannig að það þarf að eðlilega bara hugsa vel um það og gera allt til þess að við verðum 100% þegar mótið byrjar.